bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og bæjarleitar sem hér eru í sal. Ég býð ykkur velkomin til 271. funda bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja að setja hér á bæjarskrifstofuna á Reyðarfirði. Áður en ég geng til dagskrár óska eftir að fá að leita afbrigða við bæjarfulltrúar sem heitir síðasti fundur fyrir sumarleyfi bæjarstjórnar og óska eftir að fá að taka dagskrá bæjarráðsfundi 620 og jafnframt fundargerðir sem þar voru teknar fyrir Hafnarstjórnar númer 223 og menningar- og nýsköpunarnefndar númer 14. Hefur einhver andmælum við því? Svo ekki, þá verða þær teknar inn á dagskrá og þá dagskrá fundarins eftirfarandi í dag. Hér eru til umræðu þá fundargerðir bæjarráðs 619 og 620 teknar saman til umræðu atkvæðagreiðslu og engir hefur því andmælum. Eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 235, Hafnarstjórnar númer 223, fræðslunefndar númer 71, íþrótta- og tónlistarnefndar númer 62, menningar- og nýsköpunarnefndar númer 14 og barnaverndarnefndar númer 102. Og síðan hér nokkur almenn mál. Það hefðbundnar kosningar á einsásembættum, kosning forseta bæjarstjórnar, fyrsta og annars varaforseta bæjarráðs, fulltrúa aðalfund SSA. Þá hér síðar umræðu erindisbréf eignaskipulags- og umhverfisnefndar, fjárhagsáætlun 2019 viðauki 3, síðar umræðu húsnæðisstefnu og húsnæðisáætlun Fjarðabyggðar, síðar umræðu innkaupareglur, tillaga breytingu á reglum fjárhagsaðstoð, jafnframt búfjárhald og búfjársamþykkt Fjarðabyggðar, deiliskipulag Heyklif og síðan hér að lokum tillaga sumarleyfi bæjarstjórnar eins og hefðbundið Það reyndar við taka fram að það misritun í þeirri tillögu eins og hún í dagskrá. Það sagt 15. ágúst, það 15. ágúst sem við komum saman á nýju eftir þá hefðbundna leyfi, þannig að það viku fyrir, þannig að bæjarréttarlegi lagfæri það. En þá göngum við til dagskrá og það fyrst fundargerðir bæjarráðs númer 619 og 620, orðið laust þær Eydís og 21 líka fyrir orðið laust þær Gerður Sveindís Ásmundsdóttir. Forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara yfir nokkra liði í fundargerðum bæjarráðs og fundargerð bæjarráðs númer 619, liðið 5, barst tölvupóstur frá Huldu Sigrúnu Guðmundsdóttur þar sem hún segir sig frá störfum sem kjörin fulltrúi þar sem hún að flytja úr sveitarfélaginu og bæjarráð þakkar Huldu fyrir velunni störf og óskar henni velferðnar í nýjum vettvangi. Það liður 9. Bæjarráð samþykkti að veita 100.000 króna styrk vegna áveitagöngunar en gerum við gagn sem Jaspis félag eldri borgar og Stöðvarfirði hafa staðið fyrir. Göngunni lauk núna síðastliðinn sunnudag í Mjóafirði og þetta frábært framtak hjá þessu fólki en styrkurinn mun renna til Krabbameinsfélag Austfjarða og vert að geta þess að Karl Óttar Pétursson bæjarstjóri verndandi átaksins. Liður 11, undirskriftarlisti vegna framkvæmda við stækkun húsnæðis leikskólans Dalborgar. Tekið var fyrir bréf frá foreldrafélagi leikskólans Dalborgar á Eskifirði frá 11. mars síðastliðnum, auk undirskriftarlista íbúa á Eskifirði var að viðbyggingu við leikskólan. Bæjarráð þakkar erindi en formaður fræðslunefndar tók formlega við bréfinu og listanum á 20 ára afmælishátíð leikskólans 5. júní síðastliðinn. Til að fara aðeins yfir söguna þá var farið í hönnun á viðbyggingu á leikskólanum á Eskifirði og Reyðarfirði samhliða. Ákveðið var aftur á móti að byrja framkvæmdir á Reyðarfirði og viðbygging á Eskifirði kæmi í kjölfarið. Þetta var samþykkt haustið 2017 eða í lok síðasta kjörtímabils. Ástæðan var sú að þörfin var metið meira á Reyðarfirði vegna fjölgunar barna þar. Ferlinu hefur seinkað eins og við vitum öll hérna inni, meðal annars vegna þess að hönnun og útboðsferlið tók lengri tíma en áætlað var.
En bæjarráð vísaði erindinu til fjárhagsáætlanagerðar ársins 2020 og kynningar í fræðslu og eignarskipulags- og umhverfisnefnd. En okkur kunnugt þennan húsnæðisvanda á leikskólum á Dalborg, bæði vegna fjölgunar barna og sem snýra aðstöðu fyrir starfsfólk. Starfsáætlun auðvitað endurskoðuð og leita verið leiða til að finna lausn og vonandi verið hægt að hefja byggingu á Eskifirði fyrr en áætlað en einnig hefur það verið rætt og til skoðunar að koma fyrir færanlegum kennslustofum til að leysa þennan vanda tímabundið þangað til að byggingarnar verða þá tilbúnar. Við komum í fundargerð 620 og í þeirri fundargerð margir liðir starfs- og fjárhagsáætlanir fyrir árið 2020 en núna eru allar nefndir búnir að fara í yfirferð sínum málaflokkum sem verður svo unnið áfram og í ágúst mun svo fjármálastjóri úthlita fjárhagsrammum til nefnda sem meðal annars tekur mið af þessari vinnu sem hafin Liður 14 í sömu fundargerð minna bæjarfulltrúa á haustþing SSA 2019 sem verður haldið í Borgarfirði Eystri 11. til 12. október og gera þá ráðstafanir tímalega vegna þessa. Það í fundargerð 621 það stefnumörkun fræðslu og frístundamála í Fjarðabyggð en fræðslustjóri kom á fund bæjarráðs og kynnti drög að endurskoðaðri fræðslu og frístundastefnu sem verður tekin til fyrir umræðu hér á eftir sem á áherslu til næstu 3 ára og veiti til þess að verður farið betur yfir þetta mál hérna eftir. Fræðslustjóri og íþrótta- og tómstundafulltrúi hafa stýrt þessari vinnu og eiga mikla þökk fyrir. Liður 4, það var tekið fyrir erindi kvenfélagsins Nönnu sem leggur til að torg á horni Stekkjargötu og Hólsgötu Neskaupstaði verið nefnt Önnutorg til heiðurs Önnu Jónsdóttur sem satt fyrst kvenna í bæjarstjórn Neskaupstaðar á árunum 1950 til 1954. Bæjarráð tók vel í erindið og vísaði því til eignarskipulags- og umhverfisnefndar og til kynningar í menningar- og nýsköpunarnefnd. Liður 5, málefni sköpunarmiðstöðunar. Það fagnaðarefni að sköpunarmiðstöðin á Stöðvarfirði hefur hlotið góðan styrk frá sóknaráætlun til 3 ára eða upp á 57,5 milljón króna. Samning þarf að gera tilraunaverkefni byggðaþróun á sviði menningar, menntunar og atvinnusköpunar á milli Fjarðabyggðar og SSA eða Samband sveitarfélaga á Austurlandi. Bæjarráð samþykkti að hækka framlag sveitarfélagsins sem hlutfalla heildarframlagi til samræmis við samkomulag fjárveitingu ríkisins og því verður það dreift til næstu 3 ára. Einnig var samþykkt að fela forstöðumanni menningarstofu að vinna drög á samstarfssamningi á milli sköpunarmiðstöðvarinnar og Fjarðabyggðar og leggja fyrir menningar- og nýsköpunarnefnd og fræðsluna. Fleira var það ekki. Þið aðeins að fá að lega þegar ég las upp vitlaus númer á þess fundargerð sem kom hér með afbrigðum og hafa fá þá samþykki sitt í dag fyrir hefðbundi leyfi bæjarstjórnar og bæjarráðsmanns og afgreiða það fundargerðir sem koma frá nefndum í sumarleyfi bæjarráð 621 fundargerð bæjarráðs núna á mánudaginn var fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar með 236 og hafnarstjórnar með 224. Hann fór jafnframt fram á mánudag. Tökum hann líka. Þannig að við séum þá það sé allar fundargerð afgreitt og svo tekur bæjarráð það sem fyrir og afgreiði milli í sumarleyfi. Það með fundargerð sem kom inn hjá nefndum. Svona ég fór með vitlaust númer á það. En orðið laust fundargerð bæjarráðs ætla að fá að hvaða með aðeins ljóðspari hér og undir nokkrum málum. Fyrst í 619 bara lýsa reglulega ánægilegt að við vorum hann að staðfesta umsóknir lóðir bæði á Fáskrúðsfirði og hér á Reyðarfirði og það afskaplega ánægilegt að hafi verið svona það töluvert bara nokkuð lóðar umsóknir på síðkastið sem sýnir að það ákveðin
Bjartsýni sem og sýnilega þörf og það var ánægt að sjá þessu umsóknir og sjá byggingar fara aftur á stað, bygging íbúðarhúsnæðis hér á svæðinu því að svona verið ákveðinlæg þó að svona eitt og eitt hafi verið að rísa. Ég nota bara tækifæri líkt og Eydís að fá að þakka Huldu Sigrúnu fyrir samstarfi hér innan bæjarstjórnar. Hún var bæjarfulltrúi Lungan á síðasta kjörtímabili og hefur sittið í nefndum, nú að flytja af svæðinu á Suðurland og líkt og bæjarráð tók undir að þakka henni bara velunum störf og óska henni velfarnaðar og nýju vettvangi. Þetta breytist þetta var að bæjarfulltrúi jafnframt bunum við skipa rannsóknar okkur í nefndir í hennar stað. Aðeins bara komið hérna til lið 12 sem heitir í Dalatangi jarðamál bara til útskýringar. Þetta voru að fjalla aðeins þetta tilkomið í samstarfi við ábúandann á Dalatangan að Marspil vegna þess að ríkið að fara yfir landareignir og annað slíkt og við höfum verið í góðu samskiptum við hana, hún samskiptum við bæjarfélag og síðan við ríkiseignir einnig þannig að þessu sé fylgt eftir því að það er mikið það er þetta bara ekki bara byggðamál, þetta er líka mikið öryggismál að Dalatangajörðin þar búi vitavörður sem sér veðurtöku og leið bara sinni gríðarlega umfangsmiklu öryggislutverki á þessum eistasta tanga östustu töngur landsins fyrir sjófarendur og aðra sem eiga þar leiðum að vita af þessari ábúð og við erum þetta bara eins og með öllum okkur sveitum, við viljum gera það sem hægt til þess að það sé búið sem víðast hjá okkur, þannig að við höfum verið í samskiptum við ríkiseignir með Marspil til þess að fara yfir þau mál en allt sem hefur svo sem verið bara ágætis umræða sem átt sér stað. Aðeins bara minna á lið 15 í 620 sem auka landsting sambands sveitafélaga núna í haust. Þangað mun bæjarráð fara ásamt bæjarstjóra líkt og verið hefur á landsting. Ástæða þess að við erum þannig búið til auka landsting er að það er mjög mikilvægt að þetta landsting verði virt. Það er verið að fara yfir náttúrulega breytingar og umhverfi sveitarstjórna eins og við þekkja núna með birtingu grænbókar á vegum ráðuneytisins málefni sveitarstjórnarstigsins og þetta auka landsting mun vera helga því að síðan verður upp á grænbók verður unnin hvítbók sem aðgerða áætlun ráðuneytisins og við höfum sendum inn náttúrulega þær athugasemdir við grænbókina að við teljum þetta mjög eðlilegt að verði fest í sessi ákveðin lágmarksstærð sveitarfélaga. Það er orðið tímabært, í dag er engin lágmarksstærð íbúafjöldi og það er mjög mikilvægt að það fara að horfa til þess að það verði fest inn í bara með ljósi þjónustu og annars þess sem sveitarfélög þurfa að bjóða íbúum sinum upp á og jafnframt náttúrulega tekjustofn umræðan sem er svo sem ekki nýja náli en því miður ennþá töluvert sem vantar upp á í þeirri umræðu engu að síður og var svona frekar daburt að sjá daginn í tengslum við setningu nýs fiskeldisfrumvarps að sjá ekki raun og veru þá tekist þar markaði fyrir þau sveitarfélög sem það munu þjónustu og hugsa en það er nú önnur umræða sem býður landsþingsins. Síðan bara aðeins í sambandi við lið 2 í bæjarráði 621 þar bæjar þetta góðu þurfum að lyfta þessum lið hér upp. Það er gjafasjóður og stefnumörk. Já, stefnumörkunna fremst á viðskiptamálum, já, það að mæla fyrir því að það kemur sem sérliður og reglur skilti í ferðandi. Það er spurning að taka gjafasjóðan að lyfta honum upp ákveða sérstaklega og taka henni sem próflið. Já. Aðeins hér til þess að kynna bæjarfulltrúum að því að hún tekin með afbröðum að liður 2 gjafasjóður Hildar Eiríksdóttur Jóns Einarssonar að ræða gjafasjóður sem voru í vörslu Breiðdalshrepps höfðu verið gefnir fyrir margt löngu og þessa sjóði var tekin ágætis umræða í tengslu við sameininguna og til hvers þeirra var stofnað á sínum tíma þegar þeir voru gefnir, hvaða skilir voru. Þetta eru sjóðir sem voru hugsaðir
þjónustu við eldri borgara, uppbyggingu kringum þjónustu við eldri borgara í Breiðdal. Það er mjög mikilvægt við höfum svona kappkosta að reyna að þessi sjóðir sem slíkir, sjóðir sem þessir, að nýta þá frekar heldur en þeir liggi óhreyfðir svo árum saman. Gjafasjóður Hildar var almennt tengdist þessu, hins vegar var sneri að byggingu dvalarheimilis. Nú er það nokkuð ljósta að dvalarheimili verði ekki byggð, allavega ekki í bráðum, ekki orðað þannig, þar sem hjúkrunarheimili og öðrum slík stefnumörkun á sér stað. Þannig að eftir að hafa farið í ágætis umræða þetta, að fengi greiningi fjármálastjóra, þá teljum við það eiga vel saman að það liggur fyrir núna að verið farið í flutning á dagvist aldraðra sem er á Breiðdal. Hún mun flytja húsnæði, líklegast með haustinu eða svona í byrjun vetrar einhvern tíman. Þegar að leikskólinn mun fara upp í skólahúsnæði, þá mun dagvistin fara í það húsnæði sem leikskólinn í núna. Það var svona lagt upp með það í byrjun, þar sem dagvistin hefur til húsa í íbúðarhúsnæði á vegum sem er í eigu Breiðdalshrepps, var í eigu Breiðdalshrepps og eigu Fjarðabyggðar núna. Að þetta fari vel saman með gjafasjóðunum að nýta þá í tengslu á flutning og það breytingar sem þarf að gera á húsnæðinu, og jafnframt einnig að bifreið sem hefur verið notuð sem þjónusta dagvistina sem var hjá Breiðdalshrepp og er núna hjá okkur í Fjarðabyggð, að hún er komin mjög til ára sinna og ekki lengur vel hæf til notkunar, þannig að hún vel endurnýju sömuleiðis. Þannig er ræða að við teljum eftir að hafa farið yfir til bæjarráði það vel samræmant við hugmyndir þess að gjafasjóða í byrjun að þetta nýtist öldruðum í Breiðdal. Þannig að ég legg til að þessum liði verði hér lyft upp til sérstakra afgreiðslu. Þá jafnframt er í 61 var stefnumörkunum fræðslu frístamálum sem hér mun sjálfkrafa með því að taka hundagenn inn með afbrigðum verða liður hér undir önnur mál, ásamt reglum skilti sem staðfest voru á bæjarráði á síðasta fundi en komum frá eignarskipulags- og umhverfisnefnd eins og aðra reglur. Þannig að þetta er svona það sem ég vildi drepa á í þessum fundagennum bæjarráðs. Hann orðiði laust fundagenn bæjarráðs þessar þrjár. Magni Þór Harðarsson gerði svo vel. Forseti, bæjarstjóri og aðri gestir. Mér langar bara aðeins að forvörnast lið 1.8 í 6.19 sem eru vinabæjartengsl við Pólland. Mér skilst að hafi verið send vinabæjartengsla beiðni á hans í mörg sveitarfélög og þessum ekki kannski öllum tekið vel í það, en mér langar bara aðtöku hvort það er einhver áhugi fyrir því að kanna hvort að við getum mynda vinabæjartengsl við einhverja bæi í Pólandi, sögur þess að hér í Fjarðabyggð búa töluvert mikið af einstaklingum frá Pólandi. Það getur verið svona áhugavert fyrir það fólk að viðhalda svona tengingu og fyrir okkur að kynnast svona þeirra uppruna og annað. Ekki meira í bili. Alltaf Eydís Ásbjörnsdóttir gerir svo leitis. Forseti, ég finnst mér ekki alveg að byrja fram nafnið á þessari borg, en jú, umræðan var algjörlega svo að við tölum það að það væri mjög gott að fara að skoða þessa hluti þar sem að það búa mjög margir Pólverjar hér í Fjarðabyggð og en við fórum aðeins að skoða landakortið líka og og staðsetning þessara bæjar það er mjög langt ferðalagt en nær Rússlandi, þannig ég held að við ættum að byrja á því að taka samtalið hér heima og þá við þetta fólk, við íbúa okkar frá Pólandi og til að sjá svona hvar er best að byrja. Það heitis orðið laust býrum Póland. Nei. Ok, já. Svo aðeins, já.
til eins og kemur fram að hérna vilja fleiri kveðsljós, engin kveðsljós, þá ætla ég að byrja að bera upp lið númer 2 í 621 í fundargerð bæjar á 601, það sem er svo áður var kynnt hjá mér og ætlum að bera hér upp sem sérstakan lið sem eru gjafasjóðir Hildar Eiríksdóttur og Jóns Einars Einarssonar. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum að gjafasjóðir verði nýttir í þágu dagvistara aldraða í Breiðdal en þeir voru gefnir með því forræði þeir nýttust í þjónustu við aldraða í Breiðdal. Gjafasjóður Hildar Eiríksdóttir verði nýttur til endurnýjunar á Bifrið sem þjónusta dagvistina og gjafasjóður Jóns Einarssonar verði nýtt til uppbyggingar nýrrar dagvista fyrir aldraða í Breiðdal. Og bæjarráð vísa þessari tillögu sinni hér til staðfestingar bæjarstjórnar. Orðið hefur laust tillöguna, nú ber ég hann upp þeir sem hann samþykki skeiði merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá berum við fundargerðir bæjarráðs að öðru leyti fyrirgefið, það vantar miðflokk. Þakka ykkur fyrir að vekja athygli minni. Ég skil ekki hvernig þetta færi frá mér, svo Jens Garðar sagði hér einhvern veginn í haust, það vantar heilan flokk. En miðflokkurinn því miður er ekki, eða fulltrúi miðflokks ekki þannig að 8 atkvæðum. Samþykkt með 8 atkvæðum. Mér er mjög eðlilegt að segja 9. Þannig að það er samþykkt með 8 atkvæðum. Þá ber ég fundargerðir bæjarráðs 619, 620 og 21. Það eru samþykkt með 8 atkvæðum. Þá erum við komin í lið eigna skipulags- og umhverfisnefnd númer 235 og 236. Orðið er laust þær fundargerðir, vill einhver kveða sig ljós. Svo virðist ekki vera, þá ber eftir samþykktar þeir sem það er samþykkja. Það eru samþykktar með 8 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin fundargerðir Hafnarstjórnar með 223 og 224 og aðeins hér að fá að vekja athygli og fá að taka til málsöndur sem lið lið 2 í fundargerð 223. Eins og kemur fram þá fór ég sem formaður Hafnarstjórnar til fundar við orkumálastjóra. Þetta hefur verið bókað hér áður rætt í bæjarstjórn þar sem við höfum farið yfir. Hafnarstjórn hefur, ég hef ekki segja nokkra mánaða skeið og ég má segja einhverjum tilfellum árum vakið eða ítrekað haft það athugasemdir við Orkustofnun að við fáum ekki afgreidd leyfi vegna efnistöku sjó þrátt fyrir að sveitarfélag hafi fullu skilað öllum gögnum sinnt því með miklum ágætum keypt til þess bæði rannsóknir og gengið frá sínum umsóknum fullkomlega og Hafnarstjórn samþykkti nú einmitt á síðasta ári vakti þá athygli því að við ekki bara hefur þetta valdið okkur náttúrulega töfum og tjónum þannig heldur hefur þetta líka að okkar mati valdið okkur fjárhagslegu tjóni því að það stóð til á síðastlinu ári að dæla hér úr sjó við Eyri og Reyðarfjörð í tengslum við hafnaruppbygging á Mjóeyri og var hér samkomla við erlent fyrirtæki sem hér var með dæluskip og hafi verið að vinna fyrir okkur. Það skip fór svo endanum á landi þar sem það fekk ekki verkefni hér vegna þess að það voru först leyfi all land líkt og hjá okkur og og þá eiginlega var okkur öllum lokið og við bókuðum þá og bentum þá og sendum orkumálastjóra það bréf að við teldum það að nú væri þetta farið að ganga þannig að þetta væri farið að valda okkur fjárhagslegu tjóni. Fengu okkur var svo falið mér og Hafnarstjóra að leita eftir fundi við orkumálastjóra og það tókst núna í byrjun júní tókst þá gafst tækifæri til þess hjá Orkustofnun að taka mót okkur og þar fórum við yfir þetta ásamt orkumálastjóra og starfsmönnum hans og það er niðurstaðan að það er öll gögn okkar hálfu liggja fyrir þau hafa verið fullnægjandi unnin. Orkustofnun hefur glímt við svona mannahallari innan hús og annað slíkt þegar er engin ánægja heldur með gangmála þannig ég vona þetta sé bara núna byrjun á því að úr þessum málum leist að þau fari eðlilegan farveg og eðlilegum tíma og tímarammar séu virtir í þessu og við fáum úr okkar leifum leist þannig að og leið þá ítrekum við það að sé eitthvað athugavert við okkar umsóknir, það vanti gögn eða eitthvað slíkt og Orkustofnun viljið þá sé það bara einfaldlega að látið koma strax og þá verður bara brugðist í því.
en ekki það sé kannski fullnýttu tímar og þá komi ljósa vantigögn sem við hefði getið verið búin að leysa úr. En það var svona ekki fleira í fundargerðum Hafnarstöðvar. Orðið laustu þær, engin kauðsljós, ég bara eftir sagði þetta, þær eru sagði þetta með 8 atkvæðum. Þá var það fundargerð fræðslunefndar númer 71, orðið laustum hana, vil eitthvað þessi ljós. Engin kauðsljós, ég ber hann eftir sagði þetta, hún er sagði þetta með 8 atkvæðum. Þá er það fundargerð íþrótt- og tómstundanefndar með 62, Pálína Margeirsdóttir morðið Geirsson Pálína. Forseti bæjarstjóri og góðu fundamenn, mér langar aðeins að fara hérna yfir fund íþrótt- og tómstundanefndar númer 62. Það er þarna fyrsti liður númer 8.1, þar fór íþrótt- og tómstundanefnd í heimsókn í Neskufstað, þar sem við heimsóttum Egilsbúð sem er verðandi hús frístundana og skoðuðum það og það er hugmyndir sem þar eru uppi. Eins og alltaf þegar fleiri en einn eru einhver stað, þá kom þarna fram ýmsar hugmyndir sem og menn kannski ekki alltaf alveg sammála það hvernig menn vilja hafa hlutina, en svona heilt yfir var nefndin mjög sammála því að hugmyndin sé góð og hérna að gera láta á hann að reyna. Undir sama lið fórum við einnig og skoðum íþróttaðarstöðin í Neskustad og þá var með okkur umsjónarmaður íþróttamannavirkjana þar, Sigurjón Egilsson. Þar hefur verið náttúrulega töluverð vinna í gangi í tengslu við landsmót 50+ sem verður í Neskustad helgina. Svona ýmislegt sem verið er að laga og bæta í því sambandi og sérstaklega eins og við sundlaugina þar sem er bæði verið að setja hita, steypa, setja upp keppnispalla og fleira sem er hérna nýtist okkur inn í framtíðina þó að kannski ítt okkur á stað í kringum þetta landsmót. Aðstæður í Neskustad fyrir svona keppni eru náttúrulega mörguleiti frábærar. Það er til fullt af húsnæði fyrir alls konar keppni, þetta snýst þetta er mjög fjölbreytt. Það sem hann kannski helst háir okkur er frjálsíþróttaaðstoðan, en ég var í Neskustad í morgun að skoða þetta nýja landsdóksskrifju sem er næstum tilbúin og kúluvarp og ýmislegt fleira sem að hérna vonandi verður allt komið í stand á föstudag þegar á að fara að nota það, en hérna og svo náttúrulega eru Norðfirðingar í góðri æfingu við að taka móti stórum hópum af fólki, eistaflugi og neistaflugi og öllu því, þannig að þetta verður bara vonandi skemmtileg helgi hjá okkur. Þarna 8.2 tómstundir eldri borgara, þarna lá fyrir minnisblað félagsmálastjórum tómstundir aldraðara, en í tengslum fræðslu og frístundastefnuna sem hefur verið unnið að, þar hefur þessi málaflokku verið svolítið til umræðu, sem sagt tómstundir aldraða, og ég hef sagt áður og allan að segja allavega einu sinni en að það skemmtilegasta við svona vinnu er náttúrulega að hitta annað fólk og deila hugmyndum og það er framsögu sem við fengum, og þá við sérstaklega kannski í þessu samhengi að hugsa Heiðrúnu Janusdóttur frá því Þorpinu og Akranesi sem var svolítið að tala tómstundir eldri borgara og svolítið sýnt okkur fram að þegar maður hlustar á hana þá gerum sér grein fyrir að eins og við höfum verið að gera þetta er kannski ekki endilega það besta að þetta sé svona alfarið í höndum félagana sjálfra og hvað þau eru að gera. Þannig að svona, maður lærir alltaf eitthvað, taka þátt í svona vinnu og það og þetta minnisblað er bara þarfur liður í því að við þurfum að fara að bæta okkur í þessum málaflokki og huga betur á því. 8.3 velferð barna á Íslandi, mér langar aðeins að koma inn á þetta var bréf frá UNICEF á Íslandi þar sem þau eru að hvetja öll sveitarfélög til þess að setja sér heilstætt og samræmt verklag ef upp kemur grunur ofbeldi og vanrækslu hjá stofnunum sem starfa börnum. Og eins og í okkar víðfeðma sveitarfélaga sem með allar þessar stofnanir og allt þetta, þá er náttúrulega mjög mikilvægt að þetta séu bara mjög skýrir verkfallar og allir viti hverju þeir eru. Það er helst bara eitthvað sem þyrfti að vera alveg bara inni allavega einu sinna ári að sé vera að fara yfir. Þannig að allir sé að starfa eftir því sama. Og eins og ég segi mjög mikilvægt fyrir okkur þar sem við erum svona margar hérna. Síðan er hérna 8.4 starfs- og fjárhagsáætlun íþrótt- og tómstundanefndar. Langar kannski sérstaklega að ræða þann lið en hérna, ég ætla ekki að staldra við þann lið en þarna eru náttúrulega okkar viltustu draumar og sumir hafa náttúrulega inn í einhver ár en eins og við vitum öll þá fer þetta náttúrulega bara eftir fjármagni og í hverju forgangsröðinni liggur þannig en við fáum alltaf eitthvað þannig að við erum bara bjartsýn. Að lokum er þannig að liður 8.5 en þar getur lítið á könnun á tómstundastarfi barna í 5. til 10. bekk.
í Fjarðabyggð sem íþrótta- og tómstundafulltrúinn okkar Bjarki Ármann Oddsson á heiðurinn af. Tilgangum könnunum var að skoða tómstundaiðkun barna í Fjarðabyggð með það markmiði sérstaklega bara að skoða stöðuna í hverjum byggðarkjarna fyrir sig og kynjahlutföll sem og börn þar sem talað er annað tungumál en íslenska heima, og þarna kemur bara ýmislegt í ljós og gefur skýrslan góða mynd af þátttöku barna í íþrótta- og tómstundastarfi og margt sem kemur þarna óvart, eins og til dæmis að þáttaka barna með annað móðumál en íslensku. Við heldum hún væri minni hjá okkur, en þarna kemur fram að hún er bara alveg þokkaleg, en hins vegar sko börn með annað móðumál en íslensku eru kannski ekki að sækja í félagsmiðstöðina. Könnunin er bara mjög viðamikil og börn sem sækja æfingar undir handleiðslu þjálfara, þau eru til dæmis langflest í Neskaupstað, en svo eins og Stöðvarfjörður og Breiðdalsvík, það sem að það er ekki jafn mikið í boði, það er til dæmis sko 88% barna í tónlistaskólan. Þannig að þessi könnun er bara að segja okkur rosalega mikið og að gera fyrir okkur að nýta hana, og það geta fleiri við gert það, eins og íþróttafélög og aðrir sem hafa áhuga á því að skoða þetta og Bjarki Ármann á náttúrulega bara mikla þakki skilda fyrir þetta. Þetta er bara flott verkefni og spurning hvort þetta verður ekki eitthvað sem við tökum bara upp að gera með reglulegu millibili í framtíðinu. Takk. Takk fyrir Páluna. Vilja fleiri hvað þessi ljóðsendur fundagerð íþrótta- og tómstundanefndar? Svo verðist ekki vera, hún er búin til samþykktar, hún er samþykkt með 8 atkvæðum. Þá var næst fundagerð menningar og nýsköpunarnefndar með 14, orðið laust hana, vill einhver þessi ljóðs. Svo verðist ekki vera, ég ber henni eftir samþykktar, hún er samþykkt með 8 atkvæðum. Þá var að fundagerð barnaverndarnefndar með 102, orðið laust hana, engin hvað þessi ljóðs, ég ber henni eftir samþykktar, hún er samþykkt með 8 atkvæðum. Þá voru komin liðin almenn mál, þar er fyrst kosning forseta bæjarstjórnar til 1 árs og þar er sá í framboðin sem hér stendur, eru fleiri tillögur, svo er ekki, þá telst hún samþykkt samhljóða. Þá var það kosning fyrsta og annars varaforseta bæjarstjórnar, þar hafa verið og verða áfram Eydís Ásbjörnsdóttir og Einar Már Sigurðarson, eru fleiri, svo verðist ekki vera, það er þá samþykkt samhljóða. Þá var það kosning bæjarráðs til 1 árs, þar er tillaga Eydís Ásbjörnsdóttir verið formaður, Jón Björn Hákonarson varaformaður, Dýrun Pála Skaftadóttir og áheyrnarfulltrúi Rúnar Már Gunnarsson. Fleiri tillögur, svo er ekki, þá er það samþykkt samhljóða. Þá er það nefndarskipan kosninga fulltrúa á aðalfund SSA og þar eigum við 15 fulltrúa og mér nú lesa þá hér upp og 15 til vara og ekki meirunni minna. Og þar eru eftiraldir, þar hefur reyndar verið svo breyting á milli ára að náttúrulega með því að Hulda Sigrún er flutt, þá fellur hún út af aðalmannlista og inn kemur Ívar Dan Arnarsson úr varamönnum og inn nýr fyrir Framsóknarflokkin kemur Elva Bára Indriðadóttir í varamenn. En þá er þetta þannig að fulltrúar aðalfund SSA eru Jón Björn Hákonarson, Pálína Margeirsdóttir, Jón Kristinn Arngrímsson, Ívar Dan Arnarsson, Eydís Ásbjörnsdóttir, Sigurður Ólafsson, Hjördís Helga Seljan Þórðarsdóttir, Einar Már Sigurðarson, Birta Sæmundsdóttir, Magni Þór Harðarsson, Jens Garðar Helgason, hann er í frí. Viljið þið gera breyting? Elisabeth Ester, já, þá breytum við því það sem Jens er leyfi og komdu þá með næsta Dýrun varamann, þá þurfum að bæta varamanni við. Finnum það sem ég ætla að breyta þessu hér. Sara Alldóttir. Þá er það Dýrun Pála Skaftadóttir, Ragnar Sigurðsson, Heimir Gylfason, Elisabeth Ester Sveinsdóttir, aðalmaður og Rúnar Már Gunnarsson. Þetta eru aðalmenn. Þá eru til vara Ingólfur Finnsson, Aðalbjörg Guðbrandsdóttir, Bjarni Stefán Vilhjálmsson, Elva Bára Indriðadóttir, Valdimar Másson, Ester Ösp Gunnarsdóttir, Ævar Ármannsson, Sigríður Margrét Guðjónsdóttir, Birgir Jónsson, Vala Abu Tamini, Sara Alldóttir, Arnór Stefánsson, Jóhanna Sigfúsdóttir. Hver er þá næstur?
hjá ykkur eftir Jóhannu? Hver á næstur á listana? Það var hérna á undan fyrir Arnór Stefánsson. Já, hann er inni og Jóhanna Sigfús er inni líka sem varamaður. Svo vantar mig hver? Sævar Guðjónsson. Sævar Guðjónsson og Lára Elisabeth Eiríksdóttir. Bæriðar hefur náður að þessum breytingum. Að útferi Jens Garðar úr aðalmönnu hjá sjálfstæðisflokknum sem hann er í leyfi. Inn kemur í aðalmenn D. Elisabeth Ester Sveinsdóttir. Og inn kemur Sævar Guðjónsson í varamenn þá hjá sjálfstæðisflokknum. En verði breyting á þessi Jens er í leyfi að þá gerum við bara breytingar þegar hann snýr tilbaka ef sjálfstæðisflokkurinn kýs svo. Er það þá komið? Þetta eru þeir Sara, Arnór, Jóhanna og Sævar. Þá er þetta komið þessi tillaga. Eru fleiri tillögur? Svo er ekki, og ég minni á að eins og verið hefur að embættismenn hafa jafnframt atkvæðisrétt ef þarf að grípa til. Tækist ekki manna aðalmenn, þá er það bæjarstjóri og síðan sviðsstjórar. Þá er þetta samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í fyrri umræðu, þetta er síðar umræðu erindisbréf eigna skipulags- og umhverfisnefndar. Ég held þetta Fyrri. Situr fast í forseta þessi síðar umræða. Já, ég veit það. Ég gert örstuð hlé með hann að við berum saman bæk og svo við kynnum þetta rétt inn. Uppfæriðum við ekki í bæjaráði? Það var það í bæjaráði. Þá er ég örgla saman í bæjaráðs. Þá er aftur gengið til dagskrár. Það er erindisbréf eigna skipulags- og umhverfisnefndar. Þetta er fyrri umræða endurskoðað erindisbréf eigna skipulags- og umhverfisnefndar sem hefur áður farið fyrir í bæjaráði og var farið yfir og uppfært með tilliti skipulagsbreytingar bæjarstjórn staðfesti 20. febrúar og leiðréttingu starfsheita. Öðru leyti eru ekki miklar breytingar á erindisbréf eigna skipulags- og umhverfisnefndar. Orðið er laust. Engin hvað þessi ljós. Ég ber þá upp að vísa erindisbréf til síðar umræða sem fer fram í bæjaráði. Þá er það næst viðauki 3 með fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og þessi viðauki er þannig til komin að þetta er í tengslum við samþykkt bæjarráðs um fasteignaviðskipti og uppkaup eigna við Eskju HF og jafnframt byggingu nýs vatnstang á Fáskrúðsfirði. Það sem eru breytingar og fjárfestingaráætlun og leiðréttingar. Bæjarráð vísaði viðauka 3 við fjárhagsáætlun 2009 til endanlega staðfestingar hér og orðið laust viðaukan. Eitthvað þessi hljóðs. Svo virðist ekki vera að hann er borin til saðhendar, hann er saðhendur með 8 atkvæðum. Þá er hér síðar umræðum húsnæðisstefnu Fjarðabyggðar sem fyrir umræða fór hér fram síðast. Þetta er uppfærð húsnæðisstefnu og húsnæðisáætlun 2019-2022. Þetta er uppfærð stefna frá stefnu sem gilti árin 2017-2021. Hún er nú uppfærð í samræmi við nýja reglugerð sem hefur sett húsnæðisáætlun sveitarfélaga, jafnframt því sem tekið var tillit til sameiningar sveitarfélagana þegar fyrri áætlun var unnin tíð fyrri Fjarðabyggðar og innkomin það húsnæði sem snerti að það sem snerti Breiðdal. Orðið er laust hér í síðar umræðu. Magnið Þór Harðarsson gerur svo vel. Forseti bæjarstjóri var hérna gestir. Mér langaði að spyrja hans út í hérna það sem kemur fram í þessu stefnu sem heitir lóðaframboð. Það eru sem sagt tiltekin ákveðin fjöldi lóða sem eru fáanlegar í hverju sveitarfélagi eða hverjum bæjarkjarnum við sig. Mér langaði að athuga þegar það er búið að úthluta lóðum og það er ekkert byggt á þeim. Hvernig er tekið á því og hvernig er einhver fyrningafrestur á því hvað menn geta hangið lengi á lóð annars að gera henni táinni?
Þakka fyrir Magni. Bæjarstjóri Karl Óttar hefur beðið orðið til að svara. Kæri Sveinsson. Forseti, bæjarfulltrúar. Það er fyrningafrest, eða það er frestur sem það hefur til þess að nýta lóðina, en það hefur ekki því hefur ekki verið fylgt eftir, bara svo það sé sagt. Þannig að eins og til dæmis það er lóð bara fyrir aftan sem ekki hefur verið tekin á viðkomandi, þannig að það er kannski eitthvað sem við mögum bæta hjá okkur í framhaldinu. Orðið er laust stefnu húsnæðisáætlun. Þetta er svarað þessu ár og ár til að hefja framkvæmdir og getur sótt framlengingu en svo bæjarstjóri kom inn á hægt að taka það tilbaka. Þá ber ég upp húsnæðisstefnu húsnæðisáætlun Fjarðabyggðar 2019-2022 til saðendar. Hún er saðend með 8 atkvæða. Þá er hér síðar umræða innkaupareglu Fjarðabyggðar. Þetta er innkaupastefna og uppfæra innkaupareglur. Eins og kom fram á síðasta fundi bæjarstjórnar sem fyrri umræða fór fram, þá er að ræða uppfærslu á innkaupareglunum, eldri innkaupareglum. Það er ekki efnislega breytingar þar sem við höfum áður tekið raun og veru inn það sem snýr núna að gildistöku laga opinber innkaup sem tóku gildi nú og breyttu tölur við höfum tókum það upp við síðustu uppfærslu. Þannig að það er litlar efnislega breytingar en það er verið að samræma það gildistöku laga og fleira. Að öðru leyti er ekki það sem fyrir var inni nú þegar það sem er samþykkt. Við leggjum þessi ljós. Svo verðist ekki verið berið til saðendar, það er saðendar með 8 atkvæða. Þá er hér næst reglur fjárhagsaðstoð 2019 sem koma frá félagsmálanefnd og hafa farið fyrir bæjarráð og hér komnar til að breytingum reglum fjárhagsaðstoð, uppfærðar reglur, orðið er laust þær. Engin þessi ljós í berið til saðendar, það er saðendar með 9 atkvæða. Þá erum við komin í búfjárhald og búfjársamþykkt, en búfjársamþykkt Fjarðabyggðar hefur fengið umfjöllun eignaskipulags- og umhverfisnefnd og bæjarráði. Eignaskipulags- og umhverfisnefnd hefur samþykkt að auglýst er sérstaklega bann við lausagöngu stórgripa taki gildi í Fjarðabyggð við samþykkt búfjársamþykktar og eigendur stórgripa verði þannig upplýstir ábyrgð sem kann varða tryggingar. Er að ræða með því að nú verði lýst banni á lausagöngu stórgripa í Fjarðabyggð sem ekki hefur verið áður. Það er að segja nautgripir og hross. Þetta var að einhverjum í eldri hverfum Fjarðabyggðar hafi verið lýst slíku banni en það hafi ekki verið fullnusta í Fjarðabyggð. Þá ber eigandi viðkomandi gripa alla ábyrgð og jafnframt ábyrgð á þeim slysum sem þeir kunna valda. Verður menn fyrir því að aka á slíka gripi og þá er mjög mikilvægt að menn séu upplýstir það og geti þá tryggt sér sérstaklega gagnvart því. Því að það fellur undir líka ef gripir, þá hross, gripir, sleppa fyrir slysni. Þá er ábyrgðin svo sama og þrátt fyrir að gert hafi allt verið til að halda það minnandira. Þannig að þetta verður vera sérstaklega auglýst eins og allir séu upplýstir það. Öðleiti er búið saman til umræðu hér. Engin þessi ljós, þá byrja eftir saðendar. Hún sagði með 8 atkvæðum. Þá erum við komin í deiliskipulag Heyklifs. Það er hér skipulags- og matslýsing fyrir deiliskipulag Heyklifs við sunnanverðan Stöðvarfjörð. Eignaskipulags- og umhverfisnefnd hefur samþykkt skipulagið fyrir sitt leiti eða skipulags matslýsingu, ekki skipulagið, þetta er lýsingu og endanlega afgreiðslu vísa hér til bæjarstjórnar áður en fer til auglýsingar. Vill einhver þessi ljós? Svo verðist ekki vera, þá byrjuð til saðendar, það er saðend með 8 atkvæða. Þá er hér komin liður sem var tekin lyft upp úr fundargerð bæjarráðs nr. 621 sem er stefnumörkun í fræðslu og frístundamálum eða fræðslu og frístundastefna. Pálína Margeirsdóttir mun mæla fyrir stefnunni. Ég tek þetta síðast. Forseti bæjarstjóri, góðir fundarmenn. Já, eins og þið vitið þá hefur staðið yfir í vetur endurskoðun við fræðslu og frístundastefnu Fjarðabyggðar enda fyrir stefnan komin til ára sinna. Fyrsti fundur starfshópsins var 28. janúar og í honum sátu 25 manns. Yfirleitt voru svona 15-20 á hverjum fundi. Það voru síðan þeir Þóroddur Helgason, fræðslustjóri og Bjarki Ármann Oddsson, íþrótta- og tómstundafulltrúi sem héldu utan alla þessa vinnu. Það er gríðarlega viðamikið verk og fá þeir bara okkar bestu þakkir fyrir. Þetta var frábær vinna sem þarna var unnin.
Það er rosa mikið að fara og eiga samtal við alla í skólasamfélaginu. Það var að fara í leikskóla, grunnskóla, held að vera aðeila frá öllum bekkjum, þannig að samtals voru þetta 500 manns sem fengu að koma að þessari stefnu, þannig að við getum talað að við 10% íbúa sem fengum að einhverju hætti að koma að stefninu og segja sitt, og það skiptir bara gríðarlega miklu mál til þess að stefnan sé svolítið okkar, að okkur finnist veg eitthvað í henni. Fundir starfshópsins voru síðan 6 og og við fengum til okkur góða gesti, og eins og ég hef sagt svo oft meiri segja í dag, þá er þetta að fá fólk að sem er að vinna í því sama, er kannski komið örlítið undan okkur og svona, það er bara hellingslærdómur í því að hlusta á það fólk og sjá hvernig það hefur unnið sína vinnu og hvert það er að fara. Og þau sem við fengum á þessum fundi voru Heiðrún Janusdóttir frá Þorpinu á Akranesi og Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri í Árborg, Fríða Bjarni frá Reykjavíkurborg og svo Júlía Sæmundsdóttir, félagsmálastjóri á Fljótsdalshéraði. Og allt þetta fólk hafði bara hellingsinnlegg í okkar umræður, og það bara, eins og ég segi, gefur manni rosalega mikið að fá að sjá hvað þau eru að gera og hlusta á það. Síðan var það 3. júní, þá var haldið svona almennur íbúafundur í grunnskólanum á Reyðarfirði, þar sem öllum var þá gefið tækifæri á að fara með okkur í gegnum stefnuna og segja sitt. Þar voru gerðar bara pínulitlar athugasemdir eða svona ábendingar sem að þóttu góðar og var aðeins lagfært og stílfært í takt við það, og þar voru svona milli 30-40 mann sem sátu þann fund. Þannig að mér finnst stefnan okkur rosalega flott, þessi nýja. Hún er svona, hvað maður segja, þarna eru 3 leiðarljós og svona 6 megin markmið, hún er bara vel framsett, hún er skýr, þetta séu sko, þetta er ekki einhver rosa lestur, þannig að fólk týnir sér bara hvað ég að lesa eitthvað, mér finnst þetta bara, ég býð bara spennt eftir að sjá heildar, hvað maður segja, niðurstöðuna sem við sendum síðan íbúum okkar og allir geta fengið að sjá, sem fer inn á hvert heimili. Þetta er bara virkilega flott vinna. Takk. Þakka fyrir Pálína, orðið laust fræðslu og frístundastefnu ásamt áherslum. Nú það bara tækifærið og fá að lýsa yfir ánægju minni með stefnuna, bæði vinnuna við hana, alla þá þáttöku sem í henni var, og líkt og Pálína segir, verður mjög ánægilegt eins og hefur verið kynnt og var kynntir í bæjarráði að út munum vera sendir bæklingar til að kynna stefnuna, bæði hana og áherslur í henni, verður dreift núna á haustmánuðum. Ég held að í þessu hefur mikil fagmennska höfð, þannig eru þetta metnaðarfull áform, en áform sem öll eru í samræmi við þá stefnu sem við móta okkur og viljum fara eftir til að byggja það samfélag sem við erum stolt af og efla það og styrkja. Þannig að ég held að við getum öll verið gríðarlega stolt af þessa stefnu, og nú er það bara okkar sem bæjarstjórnar og kjörinna fulltrúa, starfsmanna og svo íbúa allra að láta þetta ganga eftir, vinna með þetta og ná þeim markmiðum og árangri sem við setjum okkur fram, sem sett eru fram þarna, og ég hef fulla trú á því að við munum ná góðum árangri á þessum vettvangi sem öðrum, og kannski samsami við þá stefnu sem við sett okkur að málefni fjölskyldunar eru í forgrunni hjá okkur, og það endurspeglar sannlega vel í þessa stefnu. Orðið laust. Einhvers ljós, þá ber ég fræðslu og frístundastefnu ferðabyggðar og áherslur til síðar umræðu. Já, ég sé að bæjarráðið hefur áhyggjur, en til síðar að vísa til síðar umræðu sem munum fara fram í bæjarráði næsta mánudag. Þeir sem það samt ekki verið skeiðamerki, það er samt með 8 atkvæðum. Þá eru það reglur skilti sem jafnframt var lyft hér upp úr fundagerð bæjarráðs. Að ræða frá eignaskipulags- og umhverfisnefnd reglur skilti í ferðabyggð, málaflokkur sem hefur vakið heilmiklu umræðu, en nú er komið regluverk eða umgjörð slíka uppsetningu, og eignaskipulags- og umhverfisnefnd hefur unnið þetta og farið vandlega yfir, og bæjarráð hefur samþykkt að staðfest það og er hér komið til staðfestingar bæjarstjórnar. Orðið er laust reglur skilti. Engin þessu ljós, þá byrja þetta til saðendar, það er saðend með 8 atkvæðum.
þá erum við komið hér að síðasta lið sem er tillaga forseta bæjarstjórnar sumarleyfi bæjarstjórnar árið 2019 en eins og hefði fyrirlagt til að bæjarstjórn taki sumarfrí í júlí og hluta ágústmánaðar samanber 7. grein samþykktar Fjarðabyggðar og komið saman að nýju eftir sumarfrí 15. ágúst. Einnig er lagt til að bæjarráði verði falið ákvörðunarvald og fullnaðargreiðsla mála bæjarstjórnar meðan sumarfrí stendur. Orðið er laust þessa tillögu. Engin kveðs hljóðs í byrjun til samþykktar. Það er samþykkt með 8 atkvæðum og á fyrsta fundi þann 15. verður svo borin upp til að bæjarstjórn fundi fram að áramótum líkt og verið hefur. En þá er ekki fleira hér fyrir fundi bæjarstjórnar í dag. Ég þakka bæjarfulltrúum fundarsettra, umræður og þátttöku í fundinum, óska mönnum gleðilegs sumars og þeir njóti þess og segi fundi slítið.